En við byrjum á efnahagsmálunum. Þeir Gylfi Magnússon, dósent og Vilhjálmur Bjarnason, aðjúnkt við Viðskipta- og hagfræðideild Háskóla Íslands, eru sestir hjá Jóhönnu. Velkomin báðir tveir. Takk fyrir. Vilhjálmur, bara byrjum á þessari veikingu krónunnar í dag. Krónan heldur áfram að veikjast þrátt fyrir tilkynningu ríkisstjórnarinnar aðgerðir til þess að styrkja krónuna. Hver er þín skýring á því að krónan heldur svona endalaust áfram að veikjast? Já, þá kannski verður maður að horfa á hinn enda líka. Akkur heldur hún áfram að styrkjast hér árum og mánuðum saman. Það var mikið innstreymi hér af erlendu lánsfé. Og það var eitthvað innstreymi vegna Kárahnjúka og álversframkvæmda sem var nú kannski tiltölulega lítið þegar upp að staðið. En fyrst og fremst var þetta innstreymi af erlendu lánsfé sem nú hefur algjörlega verið skrúfað fyrir. Á móti kemur þá að nú þarf að greiða hluta af þessu erlenda lánsfé og það myndast þrýstingur á krónuna og í sumum tilfellum að þá hefur þetta lánsfé verið notað í mjög óarðbærum tilgangi, þannig að það bara eru hrein töp. Við sjáum tvö mjög stór dæmi. FL Group hefur líklega tapað 60 til 80 milljörðum á erlendum mörkuðum beint og það kom upp núna fyrir rúmri viku með Eimskipafélagið 10 milljarðar tap á fjárfestingu þar. En ertu þá bara að segja í rauninni að út af töpum á markaði hér, bara bæði Eimskips og svo FL Group og fleiri fyrirtækja, að þá sé krónan að veikjast? Já, það er hluti af skýringunni að það eru örugglega veðköll hjá þessum fyrirtækjum að einhverju leyti og nú það kom í ljós að Eimskipafélagið er með eiginfjárhlutfall töluvert fyrir neðan það sem kveðið er á í lánasamningum fyrirtækisins, þannig að fyrirtækið er í svona ákveðinni þröng og þarf að það eru yfirvofandi hugsanlega veðköll þar nema að verið samið eða fyrirtækið geti greitt úr sinni flækju. En þetta að aðstreymi lánsfjár og endurgreiðslur eru örugglega hluti af þessu. Nú fyrir lok síðasta árfjórðungs að þá var líka bankarnir voru að bæta sína gjaldeyristöðu. Nú er ársfjórðungi að ljúka. Og annað uppgjör væntanlegt. Og annað uppgjör væntanlegt. En Gylfi, hvað segir þú þessar skýringar, Vilhjálmur, svo einmitt þetta að margir hafa haldið fram bara að bankarnir hreinlega sé að veikja gengi með þessum hætti því að þeir hagnist á því og græði töluvert núna og geti sýnt fram á betri uppgjör, ársfjórðungs uppgjör? Ég ætla svo sem ekki að ætla bönkunum að þeir séu vísvitandi að reyna að lækka gengið. Ég hef nú ekki mikla trú á því, en það er hins vegar þannig, eins og Vilhjálmur sagði, að það er ekkert framboð á gjaldeyri. Það eru margir sem neyðast þess að kaupa gjaldeyri vegna þess að þeir þurfa að greiða upp til dæmis erlend lán og síðan eru við áfram með viðskiptahalla og þegar að framboð er lítið en eftirspurn mikil að þá breytist verðið og það er nú einfaldlega það sem við erum að horfa upp á núna. Það er síðan hins vegar lengra mál að rekja af hverju enginn vill lána Íslendingum fé akkúrat núna. En svo þessi spjót sem standi upp á bæði Seðlabankann og bara stjórnvöld hérna núna, það hefur mikið verið undan því kvartað að ríkisstjórnin hafi enn ekki að Seðlabankinn tekið þetta gjaldeyrislán til að auka gjaldeyrisforðann, til að auka þennan trúverðugleika á kerfinu hér. Menn bara tali og það sé ekkert framkvæmt. Hver er þín skoðun á því? Jú, þetta er alveg rétt. Það er mjög gagnrýnisvert að þegar menn koma með djöfubarkalegar yfirlýsingar en geta síðan að því virðist ekki staðið við þær. Það dregur enn úr trúverðugleikanum. Auðvitað var það þannig að Seðlabankinn átti aldrei að koma sér í þessa stöðu. Hann átti að byggja gjaldeyrisvarasjóð þegar að hér flæddi gjaldeyri út úr öllum koppum og kirnum. En hann gerði það ekki og þess vegna er hann í þessari neyðarlegu aðstöðu núna. Eru orðin að sein? Einhver talaði um það í dag að við verðum hreinlega bara sein að fara að taka þetta lán? Það getur vel verið. Ég svo sem er ekki aðili að þessum samningaviðræðum sem Seðlabankinn er í, þannig ég veit ekki nákvæmlega hvað þeim býðst. En það er greinilega ekki gott fyrst að þeir eru ekki búin að gera neitt. En þú telur það skipti verulegu máli varðandi til þess að styrkja gengir hreinlega að við stækkum henni gjaldeyrisvarasjóð? Það er svona einn liður í því. Það þarf náttúrulega almennt að auka tiltrú manna á íslenska fjármálakerfinu og tryggja svona eðlileg viðskipti með gjaldeyri til og frá landinu og við erum bara hreinlega ekki í þeirri stöðu núna og það þarf nauðsynlega að grípa til ráðstafana sem gera það. Því að það er ekki nokkur leið að greiða upp allar skammtímaskuldir okkar í erlendri mynt
einfallega með því að við seljum hverjum öðrum gjaldeyri því að hann dugar ekki til. En Vilhjálmur, ég veit út ósammála hérna á honum Gylfa hérna, en þessar aðgerðir sem ríkisstjórnin tilkynnti í síðustu viku, skipta þær bara engu máli í þessu? Þær skipta engu máli varðandi gengi krónuna. Þær vörðu það lítið, þetta voru fyrst og fremst það að gefa hugsanlega út ríkisskuldabréf til þess að halda skuldabréfamarkaði gangandi. Það nánast búið að þurrka upp ríkisskuldar ekki neitt, þannig að það hefur litla törf fyrir lántöku. En þannig verið að þjóna ákveðnu markaði. Íbúðalánamarkaðurinn, hann var komin í ákveðnar ógöngur og þetta hefur ekkert með gjaldeyrismarkaðina að gera. En þetta er einhver leyti auka gjaldeyrisform þessi útgáfa bréfa, annars slíkt ekki sett? Já, þeir 75 milljarðar gætu leitt til þess að einhvern sem hefði trú á krónunni og vildi kaupa örugg ríkisskuldabréf hefði eitthvað andlag til þess að kaupa. En skiptir ekki máli í þessu stóra samhengi? En sjálfur sér skiptir það ekki meginmáli í þessu stóra samhengi. Það sem skiptir meginmáli í þessu stóra samhengi eru trúverðuleiki lántækandana. Og hinn endanlegi lántakandi í þessu máli eru náttúrulega íslensk bankarnir og íslensk fyrirtæki til dæmis. Tökum sem dæmi að íslensk fyrirtæki hafa ætlað sér að halda hér gangandi fjárfestingarverkefni til 20-40 ára og velta þeim áfram á 3-5 ára lánum. Tökum Nýsi til dæmis, fasteigna lánafélag. Þessum fasteignar eru vissulega langtímaverkefni en þessi velti... Og núna fá þeir ekki lán. Og nú fá þeir ekki lán. En hvað segir ég því að Gylfi alveg á því að það þurfi verulega aukavinna gjaldeyrisvarasjóð og Seðlabankinn og það sé hlutverk auðvitað Seðlabankans og stjórnvalda að gera það? Já, og það skiptir máli? Já, Seðlabankinn hefur það kannski megin hlutverk að vera banki fyrir banka og ríkissjóð og til vara og þrautavara en svona samkvæmt þeim flestum þeim bókum sem ég lesið þá nú fyrst og næst rætt þetta innlenda hlutverk en það var að tryggja erlenda hlutverki. Þessi gjaldeyriseign ríkissjóðs og Seðlabanka og hún hefur svona undir eðlilegum kringumstæðum þetta er 20% af landsframleiðslu. En skiptir það þá ekki máli? Nei, það sem ég fæ ekki séð að þetta sé hlutverk Seðlabankans að nánast að gangi í ábyrgð fyrir erlenda skuldir íslenska bankakerfisins. Þá erum við bara að taka hér ákvörðun þvert ofan í það sem við gerðum 1997 þegar ákveðið var að einkavæða bankana, breyta ríkisbönkum í hlutafélög og selja þá. Og íslenski bankar, þeir hafa kannski aldrei fyrir þeir lendi þessari neyð og þeir hafa aldrei formlega biðið lán frá ríkinu. Þeirra hlutverk er náttúrulega fyrst og fremst að byggja sín trúveruleika og laga sig í andlitinu og sína lánveitendur fram á það að þeir séu lánsins verðir og þegar ég las Moggann á laugardaginn þá sá ég nú það að lánamarkaðir eru nú ekki svo slæmir. Eigandi tveggja íslenskra banka, hann fór nú létt með það að slá í Kína upp á 90 milljarða með forseta sér við hönd og það er kannski best að senda þá tvo í sláttulega lönd og álum. En Gylfi, erum við að fara inn í þetta? Hann talar að við séum það bara að fara aftur í tíma og við séum það bara að fara inn eða ríkið sé farið að bera ábyrgð, verður það bara ríkisábyrgð á bönkunum? Það verður nú kannski ekki bein ríkisábyrgð á bönkunum en Seðlabankinn hann ber hins vegar óhjákvæmilega ábyrgð á því að hér sé nothæft bankakerfi að greiðslumiðlun virki og svona almennt ábyrgð á því að fjármálakerfið virki þó hann þurfi ekki að skera alla niður úr snörunni. En síðan hann búinn að leyfa þessari stöðu að koma upp að hér hafi vaxið 3 risastórir bankar sem að hver sig mun stærri en Seðlabankinn á flesta mælikvarða og það eiginlega ofvaxið Seðlabankanum að koma þeim til aðstoðar ef þurfa þykir. Og það er algjörlega óþolandi staða. Hann átti þá annarkvort að segja fyrirfram þegar þessi bankar voru að slá lán í útlöndum. Gott og vel gerir þið það, en við verðum einhvern veginn að skilja innlenda hlutan frá þannig að hann standi eftir og Seðlabankinn geti verið bakhjarl hans en að hitt komi okkur ekkert við. En það gerði hann ekki og bankastjórar viðskiptabankana fóru til útlanda með í farteskinu allavega óbein loforðum það að þeir væru það stórir að það yrði að bjarga þeim. Bara örstutt í lokin hérna, þetta að vera búið, einhvern veginn almenningur horfir upp á þetta,
eiginlega bara í hálfgerðu þunglyndi yfir þessum endalausu neikvæðu fréttum af markaðnum og efnahagsmálunum, bara á þá bara einhvern veginn að sitja hjá og gera ekki neitt, Vilhjálmur, og hvernig sér þið framhaldið? Sko, sjáðu til að þetta búið að taka mörg ár. Við höfum siglt inn í þetta ástand á 3 til 4 árum. Seðlabankinn hefur verið að hækka sína vexti í gefandi skyn, það eru erfiðleika framundan og hver og einn einstaklingur á að sjá það að það ekkert sjálfsagt að góðæri verða áfram. Þannig að setja út úr þessu? Við verðum í þessu svona 12 til 24 mánuði viðbót. Hvað segir þú, Gylfi? Hvað þarf að gera og hvernig sér það fyrir framhaldið? Já, það er ekkert skrítið þótt að meðal Íslendingurinn sé þunglyndur, að líður svona eins og ísbirni í Skagafirði. En það breytir því ekki að langtíma horfurnar eru allþokkalegar. Við erum með til dæmis útflutningsatvinnu, vegi eins og matvæli og orku sem eru hvort ekki í háu verðum núna á alþjóðlegum mörkuðum. Þannig að langtíma horfurnar eru ágætar en því miður þá er til skamstíma mjög erfitt framöndan og ég held að 12 til 24 mánuðir sé mjög bjartsýnt. Ég held að við verðum í allmörg ára að vinna okkur út úr þessu. Við þurfum þá bara að þreyja þoran. Og góðun og allt bara. En stundum heyrist mér að við viljum líka ákveðna fátækt. Sko, það er búið að tala um það hvað þenslan sé slæm og nú er komið smá samdráttur og erum við ekki að fá það sem við báðum um? Ég veit það nú ekki hvort almenningur getur tekið undir það. Almenningi blöskraði þenslan, þannig að nú fengur sumir við stöðstöði báðum. Gylfi og Vilhjálmur, kærar þakkir fyrir komuna.